eldhúsmeistarana á Vestfjörðum. Við erum búin að fara upp og niður fjallhryggi, alveg fara fyrir hérna Tanga. Við erum búin að hitta fullt af flottum hótelum, flottum restauröntum. Endilega kíkið á okkur á eldhúsmeistarana á Vestfjörðum. Eldhúsmeistarana á ferð Vesturland, Vestfirðina. Við erum búin að fara alveg út allt maður og gengið rosalega vel. Mikið af kraftmiklu fólki. Já. Og hérna allstaðar á Vestfjörðum, það er bara sameiginlegt með það. Og nú erum við að fara svona loka Vestfjarðarhringum og þá erum við staddir hérna á Bjarkalundi og það er alveg sama sagan hérna, rosalega skemmtilegur vert sem er búin að vera hérna lengi. Við ætlum að taka hús á honum og heyra svona hans hliðar á málunum. Nafnið er? Árni Sigurpálsson. Já, og þú hérna ert eigandinn að þessu og segðu okkur bara hvernig hérna þú ert eigandinn að þessu og hvernig þú byrjaðir. Ég byrjaði hérna fyrir tæpum 11 árum. Já. Og var þetta í þessari mynd eins og þetta er í dag? Nei, alls ekki. Nei. Þetta var miklu minna og við byrjuðum að taka þetta allt hérna í gegn og höfum verið hérna í mjög svona, já, má segja, markvissi uppbyggingu. Já. Frá því að við tókum hérna við. Já, hefur þú lýst þá bara húsarkennunum og hvað þú hefur gert því að þetta er nú að, mér finnst þetta svo magnað og fjölbreytt. Þú byrjum bara á hérna vatninu hérna á móti. Þú varst að segja okkur skemmtilegt að þú hafi bara sett stípla á það. Já, þetta var mjög lítið vatn og mikil gróður sem kom allt upp úr og erfitt að veiði. Það var nú fiskur fyrir, ágætisbleikja og sennilega landnámsbleikja talið vera. Og þetta er fyrsta fiskeldi sem vitað er skilst með frá landnámu. Maður hefur lesið það í bókum og heyrt það. Og það er lækur hérna á móti sem heitir Alifiskalækur og sennilega ber hann nafnið af því. Og það mátti nánast vaða allt vatnið bara í vöðlum. En við fórum með stóra vinnuvélar og stækkuðum hérna, gerðum stíplu niður frá og síðan gerðum við hérna hólma, þannig að nú er mikið fuglalíf í vatninu. Og þannig að þú ert bara búin að stækka hann alveg helling bara hérna? Búin að stækka vatnið alveg gríðarlega mikið og dýpka það. Og er fólki bara að veiða hérna sjálft? Já, það er náttúrulega veiðist misvel, þetta er náttúrulega bleikja. Og ferð þú með netið það á hvað? Ég prófaði það stundum. Þetta er þín eign eða hvað? Já. En segðu mér hérna líka, svo ef við höldum áfram og þá er hérna, ertu með flott monument hérna, læðuna hérna úr myndinni, hvað hitt ég myndin hérna? Dagvaktinni. Dagvaktinni, já. Heyrðu, dagvaktinni hérna, þetta var nú alveg bara heimsathygli á Bjarkalundi þegar sú mynd var tekin upp. Já. Var það ekki skemmtileg upplifun? Það var rosalega skemmtileg upplifun, jú. Já, og þarna Jón Gnarr og Pétur og Jón Gnarr verður nú næsti forsetinn okkar, er ekki? Ég ætla að vona það. Já, ég ætla að vona það líka. Heyrðu, síðan eru það húsakynnin hérna, þessi stóru hérna, Hótel Bjarkalundur. Hvað er það eiginlega gamalt hús? Þetta er byggt af Barðstrendingafélaginu 1947. Já. Og síðan þeir reka þetta í hansi mörg ár. Og var það á þessari mynd? Var það salurinn og þessi hérna líka? Já, það var salurinn. Og hvað var það mörg herbyggi þá? Ætli hafi ekki, ég veit ekki hvað voru mörg herbyggi á loftinu, háaloftinu. En það voru þrjú herbyggi hérna niðri. Og síðan 61, þá byggjaði við 10 herbyggi. Og mér skilur það byggt Flókalund í leiðinni. Já. Þetta var samreikið svona einhvern hátt. Og Barðstrendingafélag, hvað sama stendur það? Af eiginum hérna í kring og... Bara Barðstrendingum. Bara Barðstrendingum? Já. Og þeim vantaði svona bara félagsmiðstöð eða... Kannski ekki það. Eða svona hof eða perlu eða hörpu? Kannski ekki það, ég held að þetta sé kominu til með, sko, hérna var náttúrulega alltaf mjög mikið gisting í gamla daga. Þetta var löng ferð frá Ísafirði. Já. Og mér skilur það hafi verið alveg bara dagurinn og þá var gist mikið hérna í Bjarkalundi eða á Kinnastöðum fyrst, Kinnastæðabragganum
og síðan kemur Bjarkalundur og þá þetta orðið svona, má segja kannski eins og Staðarskáli og hérna Vestfjarða. Þannig að þetta var svona miðsvæðis að stoppa hér og þetta byggist út af því. Síðan erum við hérna, skal ég segja þér hérna, ef við tölum þú hefur stækkað hótelið líka, bætt við 4 herbyggjum. Já, ég byrjaði nú að bæta við 6 svona litlum húsum eða við. Já. Og síðan... Svona sem eru hérna fyrir ofan. Já. Sem eru bara svona eins og eitt gott herbyggji og sem eru með eldunarstöðu. Jú, smá. Og líka sko, við vorum aðeins að tala það í gær að þetta er náttúrulega gamalt hús. Og þetta innviðirnir eru gamlir en útlendingarnir fíla þetta alveg í tætlur og þeir koma hérna inn og þá sjáu þeir þetta bara eins og í stofun heima þessu sögðu þeir. Já, þeim finnst þetta eins og sé að koma á bara stórt íslenskt heimili. Já. Og þannig viljum við hafa það, taka á móti kúnunum svoleiðis. Já, ég sagði bara, heyrðu, þetta eru risa sófasett maður og þetta er nú ekki góð nýting á plássinu. Já, þetta bara virkar svo skemmtilega, sagður. Já, þetta gerir það virkilega vel. Já. Þess vegna höfum við ekki viljað breyta miklu og ekki viljað breyta herbyggjunum inn á gangi því að við erum að fá alltaf sama fólki hérna aftur sem vill vera inn á gangi í þessum gamlu herbyggjum. Svo þegar þú kvaddir okkur í svefninni í gær og þá sagði það að allir sem sagði hérna alveg svo svakalega vel að það var engu lagi líkt, það væri bara eins og einhver galdra mánu yfir staðnum að maður næði svo mikilli hvíld. Já, nú getur þú svarað því. Já, ég var bara mjög ánægður með þetta, en þetta er umtalað. Þetta er umtalað, já, þetta er umtalað. Hér kemur fólk virkilega til þess að hvíla sig. Já. Það sefur vel hérna og einhvern veginn. Það er eitthvað hérna. Já, ég trúi því. Já. Heyrðu, nú langar mér aðeins að spyrja matarmenninguna því að þú ert kokkurinn á staðnum. Já. Þannig að ég hringdi og þá talaði við hótelstjóran og við tölum hann við eftir. Já. Og eigandinn hann er kokkurinn. Já. Þú ert í eldhúsinu. Já, ég er í eldhúsinu núna. Jú, ég var nú með kokk í sumar og síðan tók ég við núna bara í haust. Og þú treinar fólkið upp og allir að elda og þú sagði mér einmitt sem er sniðugt á svona stað, reyna að hafa það nú einfalda þannig allir geti eldað. Já, ég reyna að hafa þetta, ég er búinn að breyta matseðlinum þannig að svona, já, kannski ekki allir en svona flesti geti bjargað í ef eitthvað kemur upp. Já. Að þeir geti bjargað þessum réttum. Já. Já, heyrðu, það var að fara að blása svo hressilega þannig við bara fluttum okkur inn hérna og hérna, skal ég segja, við vorum að tala um matinn. Já. Ég var svolítið hrifinn af matnum hérna hjá þér. Málið er það hérna, við vorum að tala um sjávarréttapönnuna og við fengum að smakka svona hjá þér. Já. Þú varst með þorsk og hérna rauðspretti í henni. Hvar færðu fiskinn? Þorskinn fæ ég frá Tálknafirði og Guðjóni í Þórsberg. Já. Og síðan hef ég fengið hitt úr Keflavík. Já. Eða Sandgerði úr Keflavík. Ég hef verið með karfa líka, fengið hann úr Keflavík. Og það hefur verið bara ferskt og gott og ég eiginlega bestar háfn sem ég hef fengið. Já. Og maður sér það bara langar leiðir og hérna þú gafst mér vel að sósu með, mikill sósukall, ég nærði kláraði þarna fulla könnu þess og mér varst þetta alveg óorlega gott. En þetta er svona vinsalast fyrir útlendingarnir, ekki? Jú, þetta er gríðarlega vinsalt fyrir þá. Þeir eru rosalega ánægðir með þetta. Já, mikill og góðu fisk og þetta er ekki nánast að stærðir. Nei, þetta eru stórar pönnur sem við komum með yfirleitt, sko. Já. Þannig að fólk er vel satt að þessu. Já. Og svo ertu með líka, sá ég að þú er með bara pítsur og hamborgara sem er alltaf vinsælt. Já. Og það er hérna fyrir fólki sem er á ferði. Þetta er nefnilega svo í alfaraleið þegar fólk er að fara og ennþá segi ég frá því, þetta eru bara 2 tímar frá hérna. Rúmið 2 tímar frá Reykjavík. Já, hingað á Bjarkalund. Já. Og það er svo algengt að fólk stoppi hér sem er að fara lengra, Patró og Tálknafjörð og bara Ísafjörð allt saman. Þannig að hérna eru þeir kannski hálfnaðir. Já. Á Ísafjörð? Já, nálægt í. Nálægt í? Já.
Þannig að þetta svona bara eins og staðaskáli, sko, oft á tíðum, maður segir að þú ert með sjoppu og nammi og pulsur og ég hafði gaman að því að strákur að vinna þar. Já, ég svona pulsumeistarinn hérna. Já. og svo ertu með hvað meira? Já, í mat. Já, svo erum við forrétti. Já. Og síðan náttúrulega bleikju sem rosalega vinsæl. Já. Og hún kemur líka frá Tálknafirði. Já, náttúrulega eldið það er rosalega flott. Það er rosalega flott, sko. Já. Og einn besta bleikja bara sem ég fengið svona eldisbleikju. Gríðarlega falleg. Og síðan ég með bleikju náttúrulega hérna í vatninu líka sem ég stundum, hún svona spari, en hún er mjög góð, náttúrulega vilt bleikja. Já, það er svolítið öðruvísi, en samt mér finnst þessi betri. Að mörgu leyti finnst mér að borða hana. Ég tók eftir því, sko. Þú ert nú svona gamla skólanum eins og ég hef búin að vera ansi lengi í bransanum og hérna búin að vera kokkur hérna áður fyrir og svona. Ég tók eftir því að þú lagaði þína eigin rúllupylsu. Ég var alsæll að fá í morgunmat rúllupylsu og þú gerir voðalega mikið hlutina sjálfur. Þú bakar brauðið. Já, við reynum að gera allt hérna sjálf. Já. Allt sem við komumst yfir. Já. Annað kaupum við bara að. Já. Stundum komast ekki yfir það að gera hlutina og þá kaupum við það bara annar staðar og síðan náttúrulega eins og með plokkfiskinn. Hann er gríðarlega vinsæll líka. Hægt að laga alveg plokkfisk? Já. Ertu viss? Já. Já, það er að segja já. Já, sko. Þú voru að lýsa honum út á hverjan svona góður hjá þér. Það er leyndarmál. Ertu í leyndarmáladeildinni? Ég er nefnilega svo mótið að leyndarmáladeildinni. Ég segi það á guðsnáð. Málið er bara, Magnús, að það er að hafa alltaf ferskan og góðan fisk í það. Já. Ekki drasl. Það er bara alltaf ferskur og góður fiskur. Það er nú með allan mat. Ef að hráefnið sé ekki gott, þá getur við. Þetta lærði maður nú í hótel- og veitingaskólanum. Að elda mat úr vondur hráefni, það er ekki hægt. Nei, það er mjög erfitt að fá góða mat þannig. Þetta lærði ég í gamla dag að gera þennan plokkfisk og hann hefur bara reynt mig mjög vel. Ég hef ekki þurft að breyta þeirri uppskrift. Nei. Og við erum alltaf með ferskan fisk, ekki gamalt. Nei. Herðu, ég tók eftir því hérna í gærkvöldi, þá kom hópur, hestamannahópur, ég þekkti nokkra kallaði hana, hressir, og þeir fengu lambakótilettur og salat og sósu, alsælir með matinn. Alsælir, já. Þetta var mjög flott. Já. Og það var hamagangur í eldhúsinu og við fengum að vera með myndaðilinu og það var gaman að sjá hvernig það kemur út. Já, það var mikill hamagangur. Það komi hérna inn á svona 2 tímum, einhver svona, að vera svona 8-10 manns hérna inni. Já. Alltaf. Já, og allir komu þar á sömu mínútinni maður og... Já, það má eiginlega segja það. Þetta gekk allt. Já, og þeir réðu við þetta og þjónarnir var að þjóna og ég tók eftir að hótelstjórinn var með suttuna alveg á fullu hérna og hlaupandi á milli og þetta var bara fjör. Já, hann fer stundum í það hlutverk. Já. Það er svona á svona litlum stöðum, þá var það allir að fara í allt. Já, þá er það sko, þá köllum við að þeiti í píku. Já, en segðu mér líka svona aðrir hópa sem koma hingað. Það er náttúrulega, það eru útlendingar gríðarlega mikið. Við höfum farið á síðustu í fyrra, byrjum á gríðarlega markaðssetningu hérna, sem er að skila okkur svakalegum árangri. Og við erum að fá góða hópa erlendis frá. Og líka hérna heima, það má ekki gleyma því. Það eru ferðaskrifstofur hérna heima sem eru bara mjög góðir kúnnar og eru alltaf að koma með meira og meira af fólki. Já, og þá íslenskum fólki? Nei, erlendu og íslensku reyndar. Við höfum verið mikið að fá bara eldra fólk sem er að koma í ferðalag og rútu. Já, en svona hópar eins og félag eldri borgara og kórar og alls konar svona. Þeir eru velkomnir hingað, ekki? Jú, og eru mjög mikið hérna. Mikið hérna? Já. Koma mjög mikið hingað og bæði gista og svo í súpu og annað. Já, þeir koma þá líka meira kannski seinni part sumars eða fyrri part sumars? Nei, þeir byrjuðu strax í maí. Já? Já, þá komu fyrstu hóparnir og síðan hefur þetta verið stöðugt í allt sumar. Já. Hér fá þeir gott að borða. Já. Og góðu verði. Já, hér er einum að gera allt. Heyrðu, svo sagðir mér frá skemmtilegu viðburði sem voru með hérna. En þú ert líka opið og gaman að segja frá því. Þú ert með ansi góðan opnunartíma. Þú byrjar, hvenær byrjar á vorin? Sko, ég opnaði fyrir gistingu 1. maí. Já. Og það bara, maí var bara eitt besti mánuður.
sem besti maí sem hefur verið síðan ég kom hér. Já. Og sennilega byrjum við að opna fyrir apríl núna því að við vorum komin hérna í apríl og apríl var svona eins og maí var áður. Já, árin áður. Já, og þannig að þú opnar eiginlega bara páska kannski? Já, fyrir páska? Þetta er alltaf byggið svolítið upp á bara snjóalögum og færð á vegum. Leið og fært hérna þá útlendingarnir komnir. Yes. Þannig að þetta byggir svolítið upp á því og hinn svona opnuna tími kannski í apríl, hann er svona svolítið hæpið, en við erum þá komin á staðinn og sést að það er opið. Já, fólk er strax farið að ferðast ef vegirnir séu opnir. Já, það voru puttalingar hérna bara í apríl. Og líka þegar fólk er að ferðast og veit að það er góð þjónusta og allt til að öllu, þá stoppar fólki hérna. Já. Það byggist á því að veita góða þjónusta, þá kemur fólki aftur. Það byggist á því og þess vegna er maður nú í að með að hanga svona mikið fram á haustið því að það eru heiðar hérna vestur úr sem eru bara leiðinlegar og núna það er mikið útlendingum á ferðinni og við höfum lent í því bara nánast að fylla hérna hótelið eins og það er í fyrra þegar heiðarnar stoppuðu. Þá græður þú á því? Já, kannski græðir ekkert rosalega á því en maður veitir þó fólki svona smá þjónustu og hvert á fólk að fara. Það er ekki marga staði og þetta er jú kunnarnir manns í gegnum tíðina og mér finnst alveg sjálfsagt að sýna smá virðingu með því að reyna að hafa þetta opið. Já. Og fólk er að koma hérna kannski að vestanað með börn og annað í vondu veðri og hafa komið hér með bæði bleiubörn og annað hérna inn og finnst þetta mjög þægilegt. Já, og fá bara að borða þá að klukkan sé ekki alveg orðin kristileg. Já, það skiptir engu máli fyrir mér. Ég vakna á nóttum þegar að gefa fólki að borða eða svangt. Já. Hér fer enginn sko á þess að fá að borða í svefn ef hann er svangur. Og líka sko, og þú sagði mér að þú væri bara með opið til bara fram í desember? Já, ég lokuðum 1. desember í fyrra. Já. Og það bara lukkaðist vel. Lukkaðist vel. Svo sagður mér líka sem að við ætluðum að koma hérna heimsækja þig með að þú ert með villibráða og jólahlaðborð sem hefur verið gríðarlega vinsælt. Já, þau eru... Við ætlum á eldhúsmeistarana að koma til þín og vera bara við og ég þekki hann hérna Ingvar kokk, hann er nú góðkunnugur og INN, hann var alltaf með kokkaþætti 1, 2 og elda og hann er gríðarlega skemmtilegur kokkur og hann hefur alltaf verið að hjálpa þér. Já, hann hefur verið að hjálpa mér núna síðust árin. Já. Og þú sagði mér þú væri svolítið með skemmtilega villibráða hérna. Teldu það þessu? Já, það er nú svona þetta sem er hérna á staðinu. Við reynum að taka það sem er hérna héraðinu mikið. Já. Eins og selinn og skarfinn. Og borðar fólki það? Já, fólki finnst selinn mjög góður. Og hvernig handur eru selinn bara? Er hann þá bara saltaður eða hvað? Steiktur. Steiktur nýr? Já. Hryggurinn? Hryggurinn, já. Það er mjög gott. Þú varst að segja mér í gær sko að útlist þetta fyrir þig bara steikjan lítið í ofni og allavega. Við förum í það betur seinna, þetta er svo skemmtilegt. Við gerum það. Og farðu þá alveg nóg hráefni, sel og skarf og... Já, ég fengi það, já. Og svo hvað meira, gæsir og... Já, gæsir og það er bara einlega alla villibráð. Já. Þar á meðal lambið því það er villibráð. Það er það. Já, eldhúsmeistarana á Östurum og á Bjarkalundi, ekki Reykjalundi og ekki Flókalundi heldur, þannig að það sé alveg á hreinu. Þetta er hérna Hótel Bjarkalundur, þetta er ansi, já, og þitt nafn er? Ég heiti Logi. Og þú ert hótelstjóri? Já, ég víst titlaði það. Já, og segðu mér, þetta er ansi fjölbreytt hérna eining, þetta er Já, þetta er mjög lifandi og fjölbreytt starf. Maður þarf eiginlega að geta gengið í nánast öllu verk. Já. Og maður þarf að halda utan bókanir og halda utan svona ástandið á hótelinu og skipuleggja ef það eru uppákomur eða stórir hópar sem kom í mat og svona, þá þarf að skipuleggja þetta fyrirfram og leggja línurnar og þannig að þetta er... Það er þitt jobb? Það er mitt jobb og þetta er ákaflega fjölbreytt og skemmtilegt jobb og ég sjaldan upplifað eins svona gefandi og skemmtilegt starf bara lengi. Og þú hafði gaman að segja mér því að þú hafði verið í prjónaskapnum mér náðu fyrir og nýkomin í þetta og þetta eigi bara mjög vel við þig. Já, ég er búinn að vera eiginlega meira og minna allt mitt líf í prjónar- og ullarbransanum og hélt að það væri bara málið og svo kem ég í þetta og
þetta er ofboðslega lifandi og gefandi og geta bara hjálpa fólki og þegar tekur þakklátt í höndina manni og þakka manni fyrir og svona, þetta er ofboðslega bara gefandi og maður nýtur þess að svona stunda. Það er bara nóg að fá þetta þakklæti. Og hann sagði við mér, þetta er svona fjölbreytt. Það er fiskur í vatninu, það er tjaldstæði, það er hótel, það eru svona litlar byggingar hérna fyrir ofan og menna, þetta er svo fjölbreytt og mikið. Já, við má segja það að við bjóðum upp á mjög fjölbreytta gistimöguleika. Og ferðaþjónustu möguleika getum við sagt. Það má segja það og það liggur við að við séum hérna með bílavestæði ef menn lendi í vandræðum. Það er bensín hérna, það er sjoppa, það er pulsur, það er ís, það er kaffihús. Það er opið hérna allan daginn frá 8 á morgnana fram á kvölda eins og það sagði hérna hótelstjórinn og kokkurinn og eigandinn, það er öllum sinnt bara. Við reynum að gera það. Já, ég heyri það alveg á öllu. Og ef það er búið að loka einhver stað þá bara opnum við og reynum að sinna mönnum eins og við mögulega getum. Ég sá þig hérna í gær þegar við vorum að koma hérna inn og það var hérna stór hópur að borða kótilettur. Þú skellti bara á þig suttu og kallinn í eldhúsinu og kokkurinn hann hló. Jæja, nú byrjar þeytibíkan að vinna. Já, þetta hérna er nafn sem svona festist á sumar sem er í svona starfi sem er fjölbreytt og menn þurfa að vera alls staðar og hvergi. Og þetta er bara svona heiðustitillinn á hótelstjórunum sko. Svo var pulsustjóri og hvað, eru fleiri stjórar hérna? Nei, menn titla sér stjóri yfir öllu sko. Já, það er bara gaman að því en þetta er bara, málið er að vinna bara saman sem hópur. Já, og hann tók eftir því, hann tók það fram að það væri miklar bókanir og þetta er heljarinn að starfa að skipuleggja þetta alltaf saman og það er mikil markaðssetning og hún er að skila sér og þú ert maðurinn á bak við tjöldin í bókununum og þetta farir nú alveg í réttan farveg. Já, það verður að halda, maður að passa sig upp á það yfirbók ekki og maður verður að finna út að nýta hótelið sem best og stundum kallar það að maður gefur kannski hópum eða ákveðnum aðilum bara góðan díl eins og maður segir og svo er náttúrulega allir að hringja ég vil fá þetta og þetta er ekki hægt að fá betra verð og svona. Jú, það er oft á tíðum og sumir vilja borga eins og fyrir tjaldstæði fyrir hótelherbyggi en maður reynir að finna milliveg í þessu en þetta hefur gengið ótrúlega vel. Og eins líka svona verð á mat og svona og það fer eftir í hvað þeir vilja mikinn mat og allan, þannig að þið eru raunverulega með allan skalan. Það má segja það, þetta er ótrúlega fjölbreytt og við erum frá fólki sem að kaupir alveg allan pakkan alveg frá forrétt upp í eftirrétt og svo bara ykkur sem að vill eina samloku eða eina pulsu. Já. Og eða kaffibolla. Já, þess vegna. Það var eitt í morgun, hann var á leiðinni frá Patró og sögur, ég verð að fá mér átti ekki sterkt kaffi og hann fekk sterkt kaffi og drakk það og fór svo á stað alveg bara hress og kátur. Það er mjög mikið það að fólk sem er hérna á ferðinni og er kannski að flýta sér, það stoppar hérna, fær kaffibolla til að teka með sér og þá svona heldur í vakandi og það er kannski búið að leggja á stað eldsnemma. Þetta er svona eins og staðarskáli og hérna í Borgarnesi þetta er að verða mjög svona algengt stopp hérna því að svo koma vegurinn til Patró og svo Ísafjarðar. Þetta er svona, má segja, sláum þessu tvennu saman sko. Þetta er svona, eins og staðarskáli þar sem menn koma og stoppa og fá sér einhverja létta veitingar og svo eru við líka með gistingu og góða máltíðir. En þú ert mjög bjartsýnn á framtíðina og það er góður andi yfir vötnunum? Það er það, við trúum á að þetta verði framtíðarstaður hérna. Við trúum því þegar fram líða stundi og útlendingarnir eru óbóðslega hrifnir af umhverfinu. Og svo selja norðurljósin? Já, það var ekki verra. Það var í næsta markaðssetning. Og hérna nefnilega fyrir norðurljósin, þetta er fjallasalur hérna og það er svo mikil kyrrð hérna og lítið af ljósum að þetta bara er frábær staðsetning fyrir norðurljósin. Tilvalið og mér skilst að norðurljósin séu hérna bara, það er mjög algengt að þau sjáist hérna. Þá þurfum við að hafa opið allt hérna árið og þá græðið þið alveg svakalega. Það verður eftir nokkur ár, þá verðum við hérna með bara heilsárshótel, það er draumurinn. Herru, við þökkum kærlega fyrir.